everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm down. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. 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 Halleluja, velkomin á samkomu. Má ég heyra amen? Við erum komin til þess að lofa Guð, við erum komin til þess að lyfta upp hans nafni, því að hans nafn er öllum nöfnum æðrabað á himn og jörðu. Halleluja. Verslagsins segir, ég er góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Halleluja. Jóhannesarguðspjall 10:11. Það er svo magna við það að Guð, hann leggur allt í sölurnar fyrir okkur. Halleluja. Hann gefur allt, hann gaf sér líf á krossinum til þess að við mættum eignast eilíft líf. En við ætlum að þakka honum í dag, við ætlum að velja hann í dag, við ætlum að gefa honum allt sem við eigum og við ætlum að lofsyngja hans nafn í dag. Halleluja. Takk Jesus, ég þakka fyrir trúfestina. Við ætlum að syngja saman í dag. Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Woo! Our praise is a weapon, it's more than a sound. Our praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Halleluja, takk Jesus. Takk Jesus. I'll praise 'cause you're sovereign, I'll praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside?
has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Halleluja, takk Jesus. Við lofum þig drottinn, halleluja. Heilagur, trúfastur, halleluja. Jesus, við lofum þig heilaga nafn drottinn Jesus. Helgist þitt nafn drottinn minn og Herra.
Yfir þér til þínu, drottinn. Þú ert heilagur. All the saints and angels bow before your throne. Holy elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all.
Jesús, halleluja. Heilagur ertu drottinn Jesús. Helgist þitt nafn drottinn Jesús. Viljum gefa þér tíma drottinn Jesús. Við viljum gefa þér tíma. Við viljum gefa þér pláss drottinn minn. Here is where I lay it down, every burden
Það þetta með að gefast upp. Við ætlum að gera það sem við gerum alltaf, af því að Guð að kenna okkur reglusemi. Segið þetta orð með mér, reglusemi. Hvað gerist þegar þú gerir reglusemi í gymminu? Árangur. Það árangur. Og þetta það sem Páll alltaf að minna okkur á. Hann talar þetta í 1. Korinthubréfinu, 16. kafla. Hann byrjar á í fyrsta vessinu að segja hvað varðar samskotin. Svo í næsta vessi, að þá segir hann fyrsta dag í hverri viku, þá eigum við að gera eitthvað. Og hann biður okkur að gera þetta fyrst heima hjá okkur. Svo það verði ekki vandræðalegt þegar það á að koma að því að taka samskot. Og ég held við getum lært svolítið að þessu. En mér langaði til að því að það svo mikilvægt að við gerum þetta með réttu hjarta. Þetta fjallar aldrei upphæðin, þetta fjallar alltaf hjartalagið. Ég skrifaði smá pistil og mér langaði bara til þess að mér svo mikilvægt að byggja allt á orði Guðs. Að þú sjálfur getur farið, og leitað uppi eins og góður berójumaður og athuga hvort þetta sé rétt svona. Og þegar heilagur andi fyrir að tala við hjartað þitt og þá opnast oft leyndardómurinn í því hvað það fjallar að vera örlátur. Og þetta vessi ég er búin að vera að ströggla við í fleiri ár. Og ég hef oft verið að velta þessu fyrir mér. En Postulasöfnu 20. kafla, að þetta er atvikið þegar Páll, hann að kveðja Efesusmenn. Þetta er svona last moment. Og það síðasta sem að segja við þá, það skilur eftir með muniði hvað Jesús sagði. Sælla að gefa en að þiggja. En ef við gröfum aðeins lengra, hann hittir þá í Míletus. Og Míletus, að það þýðir bókstaflega hrein, hvít, fín, ull. Munið eftir þessu ykkur staðar í Biblíunni. Verið svo hvít eins og ull. En hvað er Guð að reyna að segja okkur? Þetta engin tilviljun, heldur tákn sem Guð notar til að gefa okkur sterka mynd. Þegar við heyrum orðið ull eða hvít ull í ritningu, þá rifjast upp loforðið í Jesaja 1:18. Þótt að syndir eða séu sem skarlat, skulu það vera hvítar sem mjöll. Þótt að séu rauðar sem purpuri, skulu það verða sem hvít ull. Þetta sem Guð þráir að gera hjört okkar, að hreinsa og lækna og endurnýja þau. Og það gerist oft sérstaklega eftir erfiði tímabili í lífinu. Hann kannski að reyna að kenna okkur eitthvað og þetta hef ég þurft að læra og vera að læra. Það oft í þrengingunum og þjáningunni sem Guð byrjar að leggja þér á hjarta að vera örlátur eða örlát, að gefa. Þá kemur hann skýrari mynd á hvað Páll að segja. Af hverju skildi hann með þetta? Sælla að gefa en að þiggja. Þannig að kæri vinur, kæra vinkona, ef þú ert að kannast eitthvað við þjáningar. Það myndi vera ég. Já. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, en það sem vakti upp í mér, að Pétur, hann segir líka, að hann talar þjáningarnar, hann segir í 1. Pétursson 5:10, en Guð allra náðar, sem hefur kallað yður í Kristi til sínar eilífu dýrðar, mun sjálfur, þér hafið þjáðst lítinn tíma, hann mun fullkomna ykkur, hann mun styrkja ykkur og hann mun ykkur öfluga að gera. Og það er svo fallegt í 2. Korinthubréfinu 8:16, að þá sjáum við Guð að verki, þá segir hann, en þökk sé Guði sem vakti hjarta Títusar. Guð vektu hjört okkar. Dróttið jafnvel við sem erum að glíma í þrengingum og erfiðleikum akkurat núna. Dróttin að hjarta okkar sé vakið í þér, dróttin. Að við séum ekki bara í einhverju helgisíða slepju að upp með veskið og reyna að ljúka þess af. Nei, við viljum heiðra þig. Konung og konungana, þú gafst allt í sölurnar og við viljum heiðra þig. Dróttið við biðjum að þessi fórn mætti vera mikilvirk, mætti hún hjálpa mörgum og mætti við vera til þess að fagnaðarindi náðu enn frekar út á ganga. Við þökkum fyrir að þú sérð alltaf fyrir okkur og þú sérð til þess að okkur skortir aldrei neitt. Eins og Davíð sagði, ég hef aldrei séð réttlándan mann þurfa að biðja sér matar. Dróttum við blessum þessa fórn í nafni Jesú. Amen.
see how great is our God. Takk Jesus, helgist þér. Helgist þitt nafn, drottinn Jesus. Við komum til þín, drottinn. Komum til þín í dag, drottinn. Með hjart okkar, drottinn. Þú ert drottinn. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus, oh, you're my Savior. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not one you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Hallelujah, sing your song. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back
it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. 'Cause it's all about you, Jesus. Takk Jesus, halleluja. Halleluja, dýr sé þér og allur líðurinn sagði Amen. Hvernig var að gefa þessu yndislega tónlistar fólki gott klapp? Amen. Við erum rík og við erum blessuð hér í Smárakirkju. Dýr sé þér, Gunnar, vilt þú biðja fyrir predikunni? Amen. Já, ok. Álesum við líka. Það við allar að setja tíman í gangi, eða? Kannski næst. Næst, ok. Þá fæ ég 10 mínútur. Nei, þetta tekur 2 mínútur. Þetta Efesusbréfið 1:17. Þetta Páll sem að biðja til Efesusmanna. Ég bið Guð drottins vors, Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og opinberunar svo þið fáið þekkt hann. Ég bið hann að upplýsa sjón hjartan svo þið sjáu hversu von sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkulega dýrlega arfleið hann ætlar okkur meðal hina heilugu. Ok, Páll hann að biðja, þetta til kristna manna bæði. Þetta ekki til trúleysingja, þetta fyrir kristna menn. Hann að segja, ég bið Guð að hann gefi ykkur anda þekkingar, að þið þekkið hver Jesú Af hverju? Því að þetta rosalega krúsat atrið í kristna geirunum við vitum ekki. Vanþekkingin að drepa okkur. Hann að biðja þess að við fáum að sjá og skilja hver Jesú Kristur og hvað hann ætlar okkur meðal hina heilugu. Ok, ég var nefnilega að hugsa það í vikunni. Að því að ég var á þessum stað sjálfur. Ég veit alveg hvernig þetta Þegar ég kenndi trúar, þegar ég bara svona gaf límit Kristi, frelsaðist eða bara hvað sem við köllum þetta á þessari kristnesku, þá var líf mitt rosalega mikið bara þetta. Það bara lofgjörð. Ok, það allt í lagi til að byrja með. En þú verður að taka næsta skref. Við höfum öll að sameiginlegt sennilega hérna inni. Við heyrðum fagnaðarerindið Jesú og við meðtókum. Við stígum inn í það í trú. Hann kom samkvæmt ritningunni, hann dó var grafinn samkvæmt ritningunni og allir dagar við honum gaf hann rétt að vera Guðs börn, þetta sem hann fóð fyrirhugað og við stígum bara inn í það. En þegar við stígum inn í það þarf ekki að stoppa hér. Það öll gangar eftir. Hann vegurinn, sagði hann eða ekki. Hvað að gerast á þessu vegi? Ef þú ætlar að byggja trúalífið þitt út frá einhverju einu atriði sem bara lofgjörð í flestu tilviklum, afsakið, þetta hart eða? Nei. Ef þú ætlar að byggja trúalífið þitt á einhverju lofgjörð að gæsa þú, þá verður þú bara aumir í trúnni og þú veist ekki hver þú ert í trúnni. En ef þú byggir á það á orðinu, þá verður staðfestur. Þú þekkir Jesú, þú þekkir persónulega frelsaraðinn, en ekki það, en þú vissulega koma erfiðir tíðir, vissulega, en þú verður sterkari í trúnni, að þú veist hvernig hann í trúnni við þig. Hann með þér alla daga, allt til enda veraldar. Mattheus 28:20. Þess að segja það, þér í orðinu. Ég skal vera fyrstum manna til að viðurkenna það að mér fannst ótrúlega erfitt að lesa Biblíuna. Ég byrjaði á Rómverjabréfinu. Guð minn almáttugur, hvað það var þungt. Þess að segja alltaf, byrja á Guðspjalli, það langa einfaldast. Jesú útskýrir hlutunum svo vel. Ég vissi ekkert hvað Páll var að skrifa En svo fattaði ég að hann að skrifa til kirkju. Hann ekki að skrifa til fólks, eða hann að skrifa til fólksins í kirkjunni. Sem var svona eitthvað sem ég fattaði ekki alveg. En það skiptir máli að byggja trúalífið sitt á orði Guðs, ekki á tilfinningalegum hlutum. Þá verður eitthvað grillaður í kollinum.
bara ykkur að segja. En nú skulum biðja. Faðir, ég þakka þér, Jesús, að við fáum það tækifæri að koma saman og lyfta þér upp, Jesús. Ég þakka þér að við fengum þann heiður að kallast þín börn, Drottinn minn. Hjálpa okkur, Drottinn minn, að lifa trúargöngunni sigrandi lífi hér á jörðu, Jesús. Ekki við byggjum orð okkar á þínu orð, við byggjum trúarlífið okkar á þínu orði, Jesús. Þú ert kletturinn sem við byggjum trúarlífið okkar á, Jesús. Og ég bið, Drottinn minn, að þessi kirkja megi fyllast af fólki þínu, að við mögum einfaldlega fara út og gera alla þjóðar að lærisveinum. Og við biðum þess, Drottinn minn, að við gefum þér alla dýrðina. Og ég bið fyrir orðinu núna þegar mamma talar að þú smyrði varinu og tungu og við fá 30-faldan, 60-faldan, 100-faldan ávöxt, Drottinn minn, Jesús. Allir okkar göngu að þér dýrðina, Jesús. Þín dýrðin, mátturinn og eilíðin. Í Jesú nafni. Amen. Dásamlegt. Það var alltaf það þurfa að predika eftir þetta. Frábært orð hjá Hilmari, frábært orð hjá Gunnari. Mér langar til þess að biðja ykkur aðeins að rísa á fætur. Bara aðeins örstutt. Mér langar til þess, ég fann það svo í anda mínu þegar svo margir að gangi í gegnum svona skringilega tíma. Og vinir, þegar við erum að gangi í gegnum skringilega tíma, þá svo rétt að sem að Gunnar var að segja við oft göngum kristnu gönguna út frá ykkur, út frá tilfinningum okkar. En við eigum ekki að vera sálarlega kristin, við eigum að vera andlega kristin. Andinn þarf að trompa sálin okkar. Andinn þarf að taka ákvörðun. Andinn þarf að ríkja. Ekki sálin okkar. Ekki hvernig okkur líður hverju sinni. Þannig að við langar aðeins þess að við gefum okkur bara 2 sekúndur í að leggja allt til hliðar. Bara í hug okkar, í hjart okkar, leggjum allt til hliðar sem að trufla hug okkar, sem að trufla skilningavitin okkar og byggjum að Guð komi með anda sinn og komi inn í hug okkar og hjarta og gefa okkur frið sinn sem æðri öllum skilningi. Lyftum aðeins höndum okkar og bara byggjum anda Guðs, anda skilnings og opinberunar. Drottinn, ég byggjum að þinn, Drottinn, heilagi andi yfirtæki hug okkar og hjarta, Drottinn minn. Drottinn, við viljum ekki, Drottinn, byggja okkar andlegu göngu bara á einhverju tilfinningasemi, heldur ákvörðun þegar and okkar tekur ákvörðun, því að and okkar löngu búin að taka ákvörðun að fylgja þér. Og Drottinn, við ætlum að fylgja þér, hvernig sem okkur líður, hvort sem að það sól úti eða rigning, við ætlum að fylgja þér, Drottinn. Og ég bið Jesús fyrir öllum þeim sem eru hérna í einhverjum skringilegum kringumstæðum. Ég bið að komið frið þinn inn í þær aðstæður og gefa okkur, Drottinn, þessa himnesku sýn að, Drottinn, allt mun samverka til góðs. Halleluja. Allir hlutir muni samverka til góðs. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði. Halleluja. Fá ykkur sæti. Mér langar einmitt að tala þetta. Það samverkar allt til góðs. Ég man þegar ég var yngri og þegar ég var að fara í gegnum ykkur á svona erfiða kringumstæður, þá var þetta mjög oft viðkvæði í kirkjunni. Fólk sagði við hvort annað, þetta mun samverka til góðs og stundum fannst mér þetta mjög blessað, á öðrum stundum fannst mér þetta bara asnalegt. Því að manni líður oft ekki þannig að hlutirnir, þessar erfiðu kringumstæður sem maður gengur í gegnum, sem að Guð leyfir í líf manns til þess að byggja karakter, til þess að byggja þroska, til þess að fæða fram rætur sem að gera það verkum að tréð sem að við erum gefi mikinn ávöxt. En staðreyndin enga síður svo að Drottinn búinn að lofa okkur í orði sínu að allir hlutir geta samverkað okkur til góðs. Þannig að við ætlum að fara í ritningarstofn núna þar sem að kemur fram svart á hvítu, einmitt í Rómverjabréfinu, sem að Gunnar ég fann svo erfitt að lesa til að byrja með. En Rómverjabréfi gríðarlega kraftmikið fyrir kirkjuna. Hún skiptir öllu máli fyrir kirkjuna að lesa Rómverjabréfið. Og hérna stendur í Rómverjabréfinu 8:28-29. Við vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns, svo hann sé frumburður meðal margra systkina. Mér langar til þess að leggja áherslu á að við vitum. Við höldum ekki, við vonum ekki,
Við erum ekki bara að biðja til drottins á hverjum einasta degi, drottinn minn, ég bara trú ekki, við vitum. Það stendur þarna, við vitum að þeim sem Guð elskar, við vitum. Við óskum ekki eftir, við þurfum ekki að leita þessum upplýsingum neins þar, við bara vitum að allt samverkar þeim til góðs sem Guð elskar, við vitum. Og vinir, þegar við göngum þessa leiða þá höfum við aðra sýn á lífið. Því að við erum keyptur líður. Við tilheyrum föður okkar á himni. Þannig að þegar við vitum, ég hef verið spurð þess í ræktinni og svona víðsvegar þar sem við höfum farið og það fer stundur svolítið mikið fyrir mér og Jóhanni í ræktinni og fólk kemur til okkar alveg í bunkum og talar við okkur. Og það hefur oft spurt okkur, af hverju eru þið svona glaðar? Út af því, vinir, því að gleð okkar ekki af þessum heimi. Því að við vitum að við vitum. Og vinir, þegar við vitum að allt samverkar til góðs, þá horfum við öðruvísi á kringumstæður lífsins. Það er hægt að vera ógnandi og þú sérð allt í hennu, hvað er Guð að gera? Guð hefur alla hluti undir hendi sinni. Hann veit hvað hann er að gera. Halleluja. Og við vitum að við vitum. Við vonum ekki, við vitum. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs. Og það er gott að vita. Það breytir allri skilning á öllu. Meira segja það fólk er vont við mann. Þá getur þú sagt við sjálfa þig, ég veit að þetta mun samverka mér til góðs. Það er svo mikið von í þessum versum. Og vinir, ef við þurfum á einhver að halda í kristna lífinu, þá er það von það að Guð láti hlutina samverka til góðs. Þannig að hann er ekkert búin að missa stjórnin á neinu. Hann getur látið alla hluti samverka þér til góðs. Þannig að tökum á móti því í dag. Við vitum að við vitum að við vitum. Það þýðir ekki, vinir, að allir hluti séu góðir. Ég farið í gegnum kringumstæðin sem eru bara hræðilegar. Kringumstæðina sem slíkar voru ekki góðar. Við lifum í vondum heimi. Það er margt sem gerist í þessum heimi sem er bara hreinlega vont. En Guð getur enga síður látið alla hluti samverka til góðs. Guð er ekki búin að missa stjórn á neinu, hann getur látið hlutina út af því að hann er ofar öllu. Það er allt til fyrir hann. Við vorum að syngja þetta áðan í laginu góða sem ég held svo ofboðslega upp á. Vinir, það er allt fyrir hann. Og þegar við leipum Guði að í líf okkar, þá breytist allt okkar líf. Það breytist all okkar sýn á hlutina, það breytist í rauninni hvernig við komum fram við lífið og við leifum lífin að koma fram við okkur. Það breytist allt. Og vinir, það er ekkert allar kringumstæður góðar. Það er margt vont í þessum heimi. Það er illur heimur. Það getur verið okkar eigin ákvarðanir sem að geta komið okkur fyrir á vondum stað. Það getur verið ákvarðanir annara sem að geta komið okkur fyrir á vondum stað. En jafnvel í þeim kringumstæðum þá getur Guð látið að samverka okkur til góðs. Hann er nefnilega frábær. Halleluja. Takk Jesús. Og mér langar til þess að útskýra. Ég fór að skoða þetta orð samverka til góðs. Og alltaf þegar ég er að stúdera, þá stúdir ég á ensku. Þannig að mér langar til að lesa orði hvað það þýðir í raun og veru á ensku. Og það þýðir it will come out beneficial. Sem að þýðir í rauninni á íslensku, út af ég á erfitt með að útskýra þetta á íslensku, það mun nýtast þér. Allir hlutir sem að þú hefur farið í gegnum mun nýtast þér. Finnst ykkur það ekki frábær? Erfiðu kringumstæðna, góðu kringumstæðna, það mun allt nýtast þér. Svona er drottinn okkar og frelsari, hann er magnaður. Og ég veit ekki hversu oft ég farið í gegnum ömurlega kringumstæður og bara, ég læri ekkert af þessu. Svo þegar ég horfi tilbaka, vinir, þegar við erum búin að fara í gegnum kringumstæður, þá horfi ég tilbaka og bara, wow, þetta breytti mér. Halleluja. Guð getur nefnilega notað ömurlega kringumstæður til þess að fæða fram vilja sinn í okkar lífi. Hann notar alls konar. Má ég heyra amen? Halleluja. Takk Jesús.
Ég var að hugsa það daginn. Mér þykir rosa gott að borða köku. Og þessi löngun mín í kökur, hún virðist fara vaxandi. Ég þoli það ekki. En það sem svo magnað í kökur, það eru öll þessi, þið vitið, allt sem sett í kökurnar, það sykur, það hveiti, það lyftiduft, það jafnvel einhverju svona dropar sem eru bara mjög skringilegir. Og eitt og sér, þá þessu efni ekki spennandi. Ég myndi aldrei fara inn í, þið vitið, skápinn og ná í hveiti og bara yummy, ég ætla að fá mér hveiti. En þegar allar þessar afurðir koma saman og bakarinn fer að búa til hræru, þá gerist eitthvað. Það gerist eitthvað. Og okkar bakari heiti Drottinn Jesús. Hann getur notað alls konar hluti sem að við myndum aldrei telja til einhvers góðs. Og hann getur setta inn í, þið vitið bökunar, hrærivelina, nákvæmlega, og hann getur farið að hræra hlutunum saman. Og það sem að bakarinn gerir líka þegar búið að hræra öllu saman, eggin eru komin í, sykurinn er komin í, hveitið er komin í, kardimónudroparnir eða hvað það nú kallað, eru settir í, kakóið er sett í. Og þá vitið hvað hann gerir? Hann tekur það sem er komið og það er búið að hrista allt saman vel og lengi og hann setur það inn í ofnin. Eigum við að tala ofnin í smástund hér í dag. Guð hefur lofað að það orð sem hann gefur þér mun vera reynt. Þegar við göngum í þessum heimi að þá fáum við margar ástæður til þess að velja Drottinn. Og það aldrei fyrir í eldraun kringumstæðana sem að kemur í ljós hvað þú raunverulega átt. Þannig að vinir, við þurfum að æfa okkur þegar vel gengur. Hvað ætla ég að svara þegar hitinn kemur á? Og vinir, þegar hitinn kemur á, þá gerist eitthvað dásamleg kaka verður til. Hún fer allt í einu að hefa sig í ofninum. Hún fer að stækka, hún fer að ilma. Og vinir, Guð notar þannig kringumstæður til þess að fæða fram vilja sinn. Og þegar kakan tilbúin með öllum efnunum sem virkuð ekki ein og sér, þá hún yndisleg og ljúffeng. Vinir, Guð veit hvað hann þarf að gera til þess að baka vilja sinn í líf okkar. Vinir, við þurfum öll þessi efni og það þarf að hrista þetta saman. Og vinir, þegar við förum í hrærivél Drottins, þá þurfum við að læra að segja, það er gott. Við þurfum að læra að lyfta upp nafni hans og treysta því að það muni samverka til góðs. Má ég heyra amen? Halleluja, því hann er trúfastur. Hann er magnaður. Og vinir, ég skal lofa ykkur því, þegar þið farið út úr kringumstæðunum og þið horfið tilbaka, að þá sjáu þið hvernig lofgerðin hefur breyst í líf ykkar. Það sem að gerist þegar við erum búin að fara í erfiða kringumstæður, lofgerðin, bænin okkar, hún verður innilegri. Og allt í henni förum við að vera þessi góð ilmur. Kakan er tilbúin. Og við stundum fussum og sveigjum við hveitinu. Við fussum og sveigjum við sykrunum. Við viljum ekki þetta, við viljum bara þetta. En Guð veit hvað þarf til þess að búa til það sem hann vill verða með líf okkar. Og vinir, hann mun nota allar leiðir til þess að koma vilja sínum í framkvæmd í líf okkar. Má ég heyra amen? Hann er nefnilega trúfastur. Halleluja. Og ég vil vera þessi kaka sem er ekkert alltaf kvartandi og kveinandi, heldur segir Drottinn, ég kýs að treysta þér. Og vinir, trú okkar verður skekin í þessum heimi, ég ætla bara að segja ykkur það. Hún verður reynd. Þú munt fara með einhverjum hætti inn í ofnin, en ekki hafa áhyggjur af ofninum, það býr til góða köku. Þú munt ekki ilma fyrir þú búin að fara í gegnum ákveði ferli. Og vinni, ferlið er nauðsynlegt til að vilja Guðs mótist í líf okkar. Halleluja. Þetta er gott. Halleluja.
Og þegar ég var að undirbúa þessa predikun þá myndi Guð mig á Jósef. Jósef var ótrúlega öflugur maður, fekk ungur árum bara ótrúlega mikilvægan draum sem hann hefði ekki átt að segja neinum frá. En við erum út af drauminum og út af því hann deildi drauminum með bræðrum sínum sem voru öfundsjúkir. Þá seldur Jósef í þrældóm. Og það endaði þannig að Jósef var sendur í þrældóm, endaði síðan í húsi Pottifars, var settur þar sem yfirmaður hinna þrælana, var búinn að vinna sig upp. Hugsið ykkur hvað hann hefur haft mikla ástæðu til þess að vera bitur. Það hefði nú minna þurft að gerast fyrir mig og ég hefði orðið alveg svakalega bitur. En hann var þarna höfuð þrællinn og þá ásakaði kona Pótifars hann nauðgun sem hann framdi ekki. Og hann þurfti að flýja og hann endaði í fangelsi í 13 ár. Vinir, í 13 ár. Og vinir, og við erum að kvarta og kveina. Ég kvarta og kveina yfir minnsta. En vinir, þessi maður var sendur alla þessa leið. Og mér langar til þess að lesa hérna ritningarstað því að það kom hallar í landinu. Bræður hans þurfti að leita til Egyptalands og þarna var Jósef út af því að hann var, hvað það kallað? Hann var með þessa gjöf, spádómsgjöf, hann gat ráðið drauma og annað og hann réð draum Faraós og hann hjálpaði Faró að byggja upp í hlöðurnar út af því að Jósef sá að það yrði hallari. Það yrði gósen ár í 7 ár og svo yrði hallari í næstu 7 ár. Og vinir, þannig að Faró var búinn að byggja í hlöðurnar og þegar bræður hans Jósef sem að komi bónleiðina til þess að fá mat frá Egyptalandi að þá hitta þeir fyrir bróður sinn en þau vissu það ekki. Og vinir, eftir smá fram og tilbaka því að Jósef var eðli málsins samkvæmt reiður. En hann leyfði því ekki að ráða og ríkja í eigin lífi. Hann grét og hann grét hátt. Og mér langar til þess að lesa hérna það sem að Jósef segir við bræður sína. Það í 1. Mósebók í kapla 50 í versi 19 en Jósef sagði við þá: óttist ekki, því ekki kem ég í Guðs stað. Þið ætluð að gera mér illt, en Guð snerið því til góðs. Og ég ætla bara að segja ykkur, þetta þýðir í rauninni, hann lét samverka til góðs. Hann lét að samverka til góðs. Og vinir, það svo mikilvægt að hafa þessa sýn á lífið, að Guð geti látið hlutina samverka til góðs. Ef að við herðum hjart okkar, þá getur Guð ekki starfað í gegnum líf okkar. Við þurfum að vera fljóta fyrirgefa. Má ég heyra með. Hann vildi gera það sem nú orðið og þannig varvita líf margra manna. Hann lét að samverka til góðs. Hann getur nefnilega notað alla hluti til þess að láta vilja sinn ná fram að ganga. Mér var hugsað til Rutar. Í Móabs landi búin að missa manninn sinn. Og hún fer með Naomi, tengdamömmu sinni, aftur til Betlehem. Betlehem þýðir hús brauðana. Og vinir, Rut fer þarna bara örugglega í veikum mætti. Og vinir, oft á tíðum hef ég þurft að taka ákvörðun í veikum mætti. Máttur Guðs fullkomnast í okkar veikleika. Við þurfum ekki alltaf að vita svörin, við þurfum ekki alltaf að vita alla hluti. Við þurfum bara að treysta Guði. Og þessi orð sem hún segir við Naomi, ég mun fylgja þér, það sem að þú náttar, þar nátta ég. Þinn Guð verði minn Guð. Veitu, ég elska þessi orð. Þvílík orð, þvílík einlægni og þvílík auðmýkt. Og hvað gerist? Hún fer til Betlehem. Hús brauðana. Hún fer út af því að hún vill bara auðmýkja sig undir Guðs voldugu hönd og hún fer á eftir í ofboðslega brotnum veikum mætti, þá fer hún á eftir. Og hvað gerir Guð? Guð veitir velvild. Og ég ætla bara að segja ykkur, vinir, þegar við erum brotin og veik, þá gefur Guð velvild ef við bara hlýðum orði hans.
Hann er ekki að biðja um eitthvað rosalegt, hann er bara að biðja um hlýðið hjarta. Og vinir, þegar við í auðmýkt gerum vilja Guðs, þá opnar hann veg. Og það sem að gerist þegar hún komin til húsbrauðana í Betlehem, þá veitir Guðinni náð og hún kynnist manni sem heitir Bóas. Bóas kallinn. Og þau fella hugi saman og þau gifta sig. Og hún eignast son sem heitir Óbeð. Og Óbeð, vini minn, er pabbi Davíðs konungs. Spáið í það. Óbeð eignast Ísai. Ísai eignast Davíð. Þannig að Rut, Móabís kona, sem er mynd upp á okkur þegar við erum grætt inn í fyrirheiti, vinir. Þegar við eignumst drottinn Jesú Krist, þá erum við stundum eins og útlendingar sem að koma inn. En það sem hann gerir þegar við erum tilbúin að fara á eftir vilja hans, hann veitir framgang. Hann græðir okkur inn í fyrirheitir, hann blessar líf okkar. Við erum ekki alltaf brotin og meitt, hann reisir okkur við. Hann blessar líf okkar og svo mjög að hún er í ættartölu Jesú Krist. Þessi veikburða kona sem að kemur þurft að yfirgefa allt fer inn, brotin meitt. Vinir, Guð getur látið hlutina samverka til góðs. Við sjáum það svo gjörla þarna. Halleluja. Og vinir, ef að Guð gat gert það fyrir Rut, þá getur Guð gert það fyrir þig. Hann lætur hlutina samverka til góðs. Þannig að þín saga okkur núna, hún gæti verið okkur erfiðum stað, en þetta er ekki endirinn. Passaðu hvernig þú talar. Passaðu hvernig þú nálgast kringumstæðurnar. Ekki tala dauða, talaðu líf. Blessaðu kringumstæðurnar, blessaðu óvinni þína. Blessaðu þá sem að gera þér illt og sjáðu hvernig Guð snýr við högum þínum. Má ég heyra amen? Vinir, mér var líka hugsað til Esterar. Vá, sagan Ester. Hugsaðu hvernig Guð getur nota bara einhverja konu, einhver tíman til þess að koma fram vilja sínum og reyndar svo mjög að hún er í raunni valdur að því að þjóðin var ekki einn á þeim tíma. Guð getur látið erfiða hluti samverka til góðs. Það er það sem að Guð gerir. Og Guð er ekki búinn. Hann er enn að verki, vini minn, og hann mun koma því til leiðar, því hann er frábær. Þið sjáu það oft eftir á. Halleluja. Má ég heyra amen? Förum aftur í versið, út af því að það er annað sem mig langar að benda ykkur á í þessum versum. Í Rómverjabréfinu 8:28, við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Athugið, það stendur þeim sem Guð elska. Það eru nefnilega hæfniskröfur. Þú í rauninni getur ekki séð allt samverka til góðs nema þú elskir Guð. Og mér langar bara að benda ykkur á það. Þú þarft að elska Guð. Af hverju skiptir elskan svona miklu máli? Elskan gerir okkur nálæg. Út af því að ég elska alla, þá búum við saman. Við vorum reyndar að tala um það að kaupa okkur sikkvort húsnæðið út af hann hrýtur svo mikið. En þið viti hvað ég meina. Við viljum vera saman. Það er það sem elskan gerir. Elskan færir okkur nær. Ég verð líkari alla. Við skiljum hvort annað. Ég skil alla. Ég veit ekki alltaf hvort að allir skilur mig, en það er annar mál. Ég reyndar ekki byrja að hrjóta, en það kemur. En það sem ég vildi sagt hafa er að elskan breytir hugsun okkar og sýn okkar á hlutina. Og þegar við elskum drottinn, þá viljum við vera nálægt honum. Má ég heyra amen? Elskan breytir hugsun okkar. Og vinir, þarna stendur í versunum þeim sem Guð elska. Ekki þá sem að
út af því að Guð elskar alla. Það er verið að tala þeir sem elska Guð, þá samverkar allt til góðs. Og vinni, fyrir mér er þetta mjög mikilvægur punktur. Þegar ég elska, þá hugsa ég öðruvísi. Ég meðtek hlutina öðruvísi. Ég treysti öðruvísi. Ég er opnari fyrir því sem að Guð er að tala hverju sinni. Það er það sem að elska Guðs gerir í mínu lífi. Og vinni, við þurfum að leyfa elsku Guðs að dvelja í hjart okkar. Og vinir, elskan er ekki gæsahúð. Í nútíma samfélagi þá er þetta svona, þú veist, þessi ástarlög, you complete me og svo framvegis. Það er ekki eðlileg elska. Elska er fyrst og síðast ákvörðun sem við tökum. Við virðum þá ákvörðun sem við tökum. Þegar við giftum okkur, ég og Alli, fyrir tæpum 26 ári síðan, þá tókum við ákvörðun í blíðu og stríðu, við ætlum að vera saman. Og stundum hefur ástin verið alveg gríðaleg. Stundum er hún ekki alveg eins mikil. Út af stundum erum við erum bara fólk. En vinir, ég læt ekki einhverja tilfinningar sem einn daginn þegar ég er eitthvað ósætt út í alla, taka ákvörðun alla framtíð. Ég er búin að taka ákvörðun, vinir. Og þegar við tökum ákvörðun með Drottni, að þá höfum við stefnufestu. Við förum þessa leið og við ætlum ekki að fara aðra leið. Við erum búin að taka ákvörðun. Og við sem kirkja þurfum að taka ákvörðun. Það á ekki einhver að geta hrint okkur af leiðinni að tala okkur út úr Guðsríkinu. Við þurfum að vita hver við erum. Við erum búin að taka ákvörðun og við ætlum að fylgja Drottni alveg sama hvað. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig þurfa að nálgast hlutina. Vinir, ekki gæsahúð. Gæsahúðin er fín. Ekkert að móti gæsahúð. En þú byggir ekki samfélag við Drottinn á gæsahúð. It's not gonna work. Þú byggir samfélagið þitt með ákvörðun á hverjum einasta degi að gera Guð að leiðtoga lífsins á hverjum einasta degi, vinir. Við þurfum brennandi í eldinum. Og aftur það sem að Hilma segir, til þess að ná árangri þá þarf stefnufestu, það þarf ákveðni, það þarf að gera eitthvað ítrekkað. Þannig að það sem við gerum er við veljum Drottinn Jesú Krist á hverjum einasta degi ítrekkað. Við erum í orði hans, við tölum við hann, við tölum við aðra orð hans. Og eitt sem að ég vil segja, ef að þú elskar Drottinn, þá skammastu þín ekki fyrir Drottinn. Ef að þú elskar Drottinn, að þá segir öllum frá. Það eiga allir að vita hvar þú stendur í Drottni. Hann skammaði sín ekki fyrir þig þegar hann fór á krossin. Við skömmumst okkar ekki fyrir frelsar okkar. Það hefur verið öllum ljóst hverjum við tilheyrum. Má ég heyra amen? Halleluja. Kærleikurinn er nefnilega val, það er ákvörðun. Svo segir hann, þeir sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun hans. Hvað þýðir það? Það þýðir þetta, Guðs ákvörðun er að þú líkist syni hans í öllum kringumstæðum lífsins. Hann vill að mynd sonar síns sem mynduð innra með þér. Hann mun gera allar kringumstæður þannig að þú hefur tækifæri til að velja hann í öllu. Þess vegna þurfum við að hafa annað hugarfar. Ég vil meina það að fólk sem að tilheyri Jesú Kristi á að vera með svona excellent hugarfar. Það á að sjást í öllu sem við gerum. Það á að sjást í vinnu, það á að sjást í hvernig við komum fram við fólk, það á að sjást í samskiptum okkar, það á að sjást í vinum okkar, það á að sjást í öllu líf okkar að við tilheyrum Jesú. Við eigum að vera rík af öllu því sem heitir kærleikur til náungans. Við eigum að lyfta upp náunga okkar, við eigum að blessa þá, alla sem er í kringum okkar. Eru þið sammála mér? Ég er ekki alveg viss, eru þið sammála mér? Þannig að það sem að Jesús er að fara fram á, hann vill karakter. Hann vill gerðir og karakter, það þarf að fara saman. Þannig að samkvæmt ákvörðun Drottins þýðir það að hann mun mynda sína mynd í þér. Og hann gerir það með kringumstæðum.
Hann gerir það með fólki sem kemur í vegðin. Hann kemur oft mynd hans í okkur með óþægilegum kringumstæðum. Þegar fólki jafnvel hafnar okkur. Hver fíla það? Ég get alveg sagt ykkur það, ég fíla það ekki þegar fólk hafnað mér. Ég get alveg sagt það. En það sem ég fæ betri skilning á því, þegar Jesú var hafnað, þegar mér hafnað. Og það sem gerist þegar mér hafnað, það kemur auðmýkt í mitt líf og ég samsamt með öðrum sem að gangi í gegnum sama hlut. Það sem að Guð vill gera í líf okkar alltaf að mynda mynd sonar hans í líf okkar. Það hans leið. Má ég heyra amen. Halleluja. Og bara rétt svona lokum. Munið eftir Pétri. Hann sagði við drottin, ég mun ganga í gegnum gröf og dauða, ég mun aldrei afneita þér. Veistu, hann með stór orð, sennilega stæðstu orðin af þeim öllum. Hann var alltaf svolítið brattur hvernig hann talaði Pétur. Og kannski voru mikið af orðum og minna athafnir, en Guð kenndi honum einmitt í gegnum það. Það stendur í Lúkas 22:31, Símon, Símon, Satan krafðist að fá sældaður eins og hveiti, svo að hismið kæmi í ljós. Það sem gerist þegar Satan fer að sælda okkur eins og hveiti, þá kemur hismið í ljós. Og þá greinir oft Guð hismið frá kjarnanum. Það það sem gerist í svona kringumstæðum. En svo heldur hann áfram, en ég beði fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Þegar þú ert búin að fara í svona kringumstæði þar sem að Satan treður á þér með einhverjum hætti og hismið kemur í ljós, þá situr hann við hægri hönd föðurins og hann biður fyrir þér. Hann biður fyrir mér þegar við förum í gegnum svona kringumstæður. Og svo kemur þetta, ég biður fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Og hvað svo? Og styrk þú trúsystkini þín þegar þú snúin við. Svo skrítið hvernig við notar kringumstæður þar sem að Pétur í rauninni hafnar Jesú. En Jesú vissi að hann þurfti að fara í gegnum þessar kringumstæður til þess að það kæmi í ljós hismið í lífans. Og svo segir hann, þegar þú snúin við, og vini, ég vil líka segja við þig, þegar þú snúin við, þegar þú búin að jafna þig, þegar þú búin að jafna þig og þú búin að fá, þið veitir, gullið í kringumstæðunum, þegar þú búin að lyfta upp nafni Jesú og augun þín hafa opnast. Hvað átt að gera við þessa reynslu? Þú átt að styrkja trúsystkini þín. Guð gefur þér reynslu til þess að þú geti styrkt trúsystkini þín. Og vinir, við þurfum að vera miklu duglegri að styrkja hvort annað á göngunum með Guði. Við þurfum að nota þessar erfiðu reynslu til þess að blessa hvort annað og uppörfa. Kannski náungið þinn í miðri reynslu akkurat núna. Og þú ert þegar snúin við, hvað átt að gera? Þú átt að hvetja hann áfram. Hann átt að uppörfa trúsystkini sín. Nákvæmlega. Svo gott. Ég vil bara eiginlega nota þetta sem síðustu orðin. Þess vegna nauðsynlegt að koma á samkomi. Það það sem að Guðmundur sagði. Því að reynsla okkar, dýrmæta reynslan sem við fáum, gullið sem í bygginguna okkar, kemur úr reynslunni sem að Guð setur okkur í. Má ég heyra amen? Punkturinn á eftir predikunni, rísum og fætur.